Já, það má eiginlega segja að sagan sé orðin frekar löng. Ætli við höfum ekki farið að hugsa íþróttamannvirki hérna fyrir svona 8 til 10 árum, svona viðbótar íþróttamannvirkjum. Og að endingu eftir að hafa skoðað ýmsa möguleika, þá var farið að horfa svolítið út í heim og við vorum í sambandi við aðila hjá KSÍ vegna þess að við vorum fyrst að horfa til svona að hafa fótboltahús. Og svo fór svona hugmyndin að færast í það að skoða loftborin íþróttahús sem eru mjög víða í Evrópu og Bandaríkjunum og fleiri stöðum og hafa reynst vel. Þannig að við fórum í að skoða það hvernig þessi kostur kæmi út hér á Íslandi. Og svo var þetta bara hagkvæmt líka þegar var farið að skoða kostnað og annað slíkt varðandi að reisa svona hús. Og hvaðan kemur húsið? Já, húsið kemur frá fyrirtækinu Duol sem staðsett í Slóveníu. Dúkurinn sjálfur hann keyptur hjá fyrirtækinu Nysil á Ítalíu en þeir í Slóveníu þeir setja húsið saman og síðan kemur það hér til Íslands og raunverulega fullsett saman hér á landi áður en það blásið upp. Já. Nú, hvernig fer þá þessi samsetning sjálf, hvernig fer þetta fram? Er þetta sett upp í heilu lagi eða kemur þetta í einhverju bútum eða hvernig fer þetta fram? Það var þannig að hér vorum við búnir að láta steypa sökkla hér sem undirstöður undir húsið til þess að halda því niðri og ganga frá hér gróflega inn í sökklunum. Síðan kom dúkurinn hér á brettum og var flattur út hérna að fjölda fólks á staðnum og búnaðurinn kom líka með frá Slóveníu. Það voru blásarar, 3 blásarar og þetta var allt tengt og sett saman hérna. Það eru samsetningar hér á nokkrum stöðum í dúknum og þegar var búið að skrúa þetta allt saman og festa þá var þetta blásið upp. Kom einhver óvænt vandamál upp þegar það var verið að setja þetta saman og koma það svolítið upp? Nei, það var bara mjög lukkulegt að það passaði allt mjög vel saman og gekk mjög vel uppsetning. Við áætluðum einhvern mánuð í uppsetningatíma og það var innan við þann tíma sem þetta tók. Nú kann einhver að spyrja sig, hvernig virkar síðan þetta uppblásna? Er þetta bara eins og blaðra eða hvernig er svona þetta tæknilega í kringum þetta? Hvernig er þetta eiginlega? Þetta er raunverulega mjög þunnur dúkur. Þetta eru 2 löga dúk sem er svona fet á milli þeirra og þetta lag þarna á milli það virkar svona sem einangrun í húsinu en loftið er blásið inn í húsið og myndar þannig yfirþrýsting sem raunverulega heldur upp í húsinu. Það má segja að þetta sé burðarkerfi í húsinu þar sem yfirþrýstingur inn í, blæs dúknum út. Og þannig að það ekki hægt að opna einhverja stórar hurðar hérna meðan að húsið er? Það hægt að opna stórar hurðar og húsið heldur, blásararnir halda við á meðan en það ekki æskilegt og það einmitt þess vegna sem að við erum með til dæmis aðalinngangsurinn hringur til að tapa sem minnstu lofti og þrýstingi út. En hvernig er svo notkunin á húsinu sjálf? Hverjir að nota húsið? Er þetta bara íbúar í Hveragerði eða? Já, eins og hefur verið við vígðum húsið í ágúst á síðasta ári, 2012 og Íþróttafélagið Hamar hefur fær afnot af húsinu og þá er náttúrulega knattspyrnudeildin, hún er með stóran hluta, það er 2/3 af húsinu er knattspyrnuvöllur, gervigras og 1/3 er fjölnota íþróttagólf og það er allar íþróttagreinar velkomnar á gólfið og við höfum frá áramótum opnuðum við fyrir almenning og það var margir hópar og nágranna sveitarfélögin hafa komið með hópa úr íþróttafélögunum og verið að leigja hérna tíma þannig að við segjum bara endilega komið og fáið leigða tíma og njótið þess að spila knattspyrnu og hvaða íþrótt sem er, handbolta, körfubolta og svo erum við með 9 holu golfvöll hérna líka sem er náttúrulega frábært að geta boðið upp á. En hvað með þá sem eru kannski bara forvitnir og vilja koma og skoða þetta hús hérna? Er það alveg? Það er velkomið, já, velkomið að koma inn og svo höfum við líka tekið á móti hópum og sagt frá bæði tæknilegu hliðinu og öðrum notkuna möguleikum húsins. En hvað með svona viðburði, bara sýningar eða eitthvað svoleiðis? Myndi það henta vel í svoleiðis? Það gæti alveg hentað. Við þurfum að sækja kannski sérstök leyfi ef við ætlum að hafa mjög fjölmenna tónleika eða eitthvað slíkt en það er alveg mögulegt að hafa sýningar eða einhverja aðra viðburði í húsinu, þetta bara hreina íþróttaviðburði. Já. Nú segi ég að þið erum með svolítið sérstaklega lýsingu hérna í húsinu. Hvernig er eitthvað sérstök ástæða fyrir lýsingunni? Það hefur til dæmis komið upp spurningin af hverju höfðu dúkinn hvítan en af hverju ekki úr einhverju lit grænan þannig að það myndi falla betur inn í umhverfið.
En ástæðan fyrir því að við viljum halda Hvítareitnum að við fáum dagsbirtuna inn yfir sumartímann þegar bjart að þá fáum við dagsbirtuna inn og þá þurfum við ekki að nota lýsingun hér inni. En við erum samt með ljósastólpa hér inni sem að lýsa upp á dúkinn og dúkun endurvarpa svo niður á gólfið. Þannig að við þurfum bara að nota lýsinguna þegar dimmt úti. Myndi svona hús henta einhverjum öðru rekstri heldur en íþróttahús? Gæti mögulega gert það. Þetta hefur verið nýtt raunverulega víða og yfir annars konar íþróttaaðstöðu, sundlaugar til dæmis. Þetta til mörgum stærðum? Þetta raunverulega klæðskerasniðið hvert og eitt hús. Þannig að þetta hús var byrjað á því að ákveða hvað þetta var inn í því og síðan þetta bara klæðskerasniðið utan það. Þannig að það ekki hægt að kaupa raunverulega hús í einhverjum ákveðnum stærðum. Það bara hvert og eitt hús framleitt fyrir sig. Myndi þetta teljast þá sem stórt hús á þessu kaliberi? Já, ágætlega stórt hús. Það eru mun stærri hús af þessari gerð til, alveg upp í 10.000 fermetra og yfir. Þetta hús er 5.000 fermetra. Þannig að þetta er svona meðalega. Verða fleiri svona hús í Hveragerði ef þetta nýtist þér? Kannski ekki í Hveragerði, maður veit samt aldrei. Okkur vantar inn í sundlaugina. Kannski má skella upp einu svona minna yfir 25 metra sundlaug, hver veit. Ég held náttúrulega stærsti kosturinn við þetta hús, það er hitun. Að geta æft inni allt árið kring í svona móðvolgu húsi. Það er náttúrulega bara frábært. Og það er það sem við erum stolt af að geta boðið upp á. Heldur en þessar svokölluðu frystikistur sem eru víða í þessum fótboltahöllum þar sem er ekki upphitun og margir hafa farið frekar í að hita upp hallirnar og með tilheyrandi kostnaði. Þannig að ég held að það sé svona stærsti kosturinn við þetta að vera með þessa upphitun allt árið kring. En hvernig er það eins og með þessa blásara sem eru? Þú vorst að segja mér áðan að það eru fleiri en einn blásari. Hvað eru margir að blása og hvað er hægt að gera ef að þrýstingur breytist eitthvað skyndilega? Það er sem sagt 3 aðalblásarar sem eru alltaf í gangi og síðan til viðbótar einn svokallaður varablásari. Og sá blásari er notaður til dæmis ef það þarf að taka einhverja hina aðalblásarana í viðgerð og þá er þetta bæti í þessum varablásara. En einnig ef að vindur fer hérna yfir 17 metrar á sekúndu í meiri mínútu þá fer þessi varablásari sjálfvirkt inn og hann stífar húsið að, þannig að hann minnkar hreyfingarnar í húsinu. Og þetta gerir sjálfkrafa. Svo þessu til viðbótar að þá erum við með vararafstöð, þannig að ef að rafmagnið fer af, þá fer þessi rafstöð sjálfvirkt í gang og keyrir rafmagn inn á alla hina blásarana, þannig að það er ekki með eina mínútu sem þeir eru rafmagnslausir þessi blásarar. Er ykkur hægt að myndist þér klakki eða snjór ofan á húsinu? Í raun og veru er þetta hugsa þannig að það er hita element í blásarunum og við nýtum okkur jarðgufuna hér í Hveragerði og keyrum hita inn á blásaruna. Þannig að það er blásið hér inn heitu lofti. Þetta er svona við erum að reyna að halda 16-18 gráður inni, þetta er eitthvað svoleiðis. Og þessi hiti inni, hann bræðir auðvitað snjó af fætinu. En eins og ég sagði áðan, þá er raunverulega þetta fet á milli þessar tveggja dúka og það myndar raunverulega einangrun í húsinu. Þegar vonir á mikilli snjókomu, þá getum við tekið þetta loft út úr þessu lagi og þá falla þessi tvö lög saman og þá bræðir húsið mun meira af sér. Og ef það er von á mikilli snjókomu, þá er þetta gert þannig að það bræðir mun betur af sér húsið.